sæl og verið velkomin í annan þátt af fótboltasögum fyrir svefnin, þar sem fótboltasagan er krufin til mergjar og sett í samhengi við ýmsu samfélagsmál og pólitík á tilheyrandi tímabilum. Ég heiti Óla Benni Hákonarson og með mér er Stefán Pálsson og til umræðu í dag er FIFA, Alþjóða knattspyrnusambandið, sem kannski eins og önnur stórveldi áttu sér frekar hógvara byrjun. Já, við bara ráðumst ekki á garðinn þar sem hann er lægstur. Tölum bara sjálft Alþjóða knattspyrnusambandið, FIFA, og þá verðum við í rauninni að fara bara alveg aftur til bakgrunnsins, bara til rótana. Knattspyrna eins og með þekkja er breskt fyrirbæri og verður til í heimavistaskólum Bretlandseyja miðja 19. öld og breiðist þaðan síðan út heiminn. Það eru samdarreglur og það er stofnað knattspyrnusamband. Bresku þjóðirnar fara að spila landsleiki sína á milli og framan af þá hegða Breta sér bara eins og Bandaríkjamenn gera í dag varðandi sínar greinar. Svona Já, eins og NFL-deildin, ekki satt, svona kalla sig, þeir eru með keppnir innbyrðis og ef þeir vinna þær þá eru svona kalla sig heimsmeistara. Bara nákvæmlega og hérna litur rauninni svo á að þeir væru nú sko, já, það væri svona bara pínlítið krúttlegt að aðrar þjóðir væri að þykjast vera að spila þessa íþrótt þeirra en í rauninni allt bæri þeir höfuð og herðar yfir alla aðra og höfðu dálítið til síns máls í því að bestu fótboltalið annarra landa aldamótin 1900 stóðu bara miðlungsfélagsliðum í Englandi og Skotlandi langt að baki. Félagsliðin sem að ferðuðust heimsbyggðina kynntu bara þjóðir í fjarlægum löndum fyrir fótboltan. Það voru svona áhugamannalið enskra aristókrata, en á þeim tíma er þegar komin atvinnumannadeild í Bretlandi þar sem að menn úr alþýðustétt eru bara að lifa á að spila fótbolta sem að allir aðrir eru svo að reyna að herma eftir. Já. Þannig að svona í byrjun 20. aldar að þá vilja svona aðrar þjóðir koma dálítið að borðinu. Það eru komna knattspyrnukeppnir í stórum Evrópulöndum, í Frakklandi, í Belgíu, Austurríki, Ungverjalandi, Þýskalandi, komin einhvers konar knattspyrnusambönd og bara á sama hátt og alþjóðlega íþróttahreyfingin var að sameinast og búin að sameinast innan Ólympíunefndarinnar. Þá kemur frumkvæðið mikið til frá Frakklandi að því að stofna Alþjóða knattspyrnusambandið árið 1904. Og það segir nú kannski sína sögu sko, hvað þetta var nú veikburða í upphafi. Fyrsti forsetinn er 28 ára íþróttablaðamaður. Já, ok. Og þetta er ekkert í öllum tilvikum eiginlega knattspyrnusambönd sem eru að standa að þessari stofnun, einhverju tilvikum bara félagslið. Já, eins og til dæmis Real Madrid. Já, þetta er náttúrulega alveg útpælt hjá okkur. Það var bara félagslið frá Madridaborg sem var fulltrúi Spánverja í þessu fyrsta FIFA. Já. Svo er ég nú hérna í einu af svona yngri knattspyrnusamböndunum sem eru Færeyjar, okkar menn. Og þetta fyrsta samband er stofnað og Bretar neita að taka þátt. Og sem að svona nánast drepur hugmyndina í byrjun. Hugmyndin það að stofna Alþjóða knattspyrnusamband án þess að bresku löndin séu með, hún er eiginlega galin. Þannig að það er farið sko stíft að lobbya í englendingum og Skotum hvort þeir séu fáanlegir til þess að taka þátt og að lokum þá svona gefa þeir sig með það 2 árum seinna. Þeir slá af alveg hugmyndina það að það sé stofnuð einhvers konar heimsmeistarakeppni, að því að sko megin tilgangurinn í rauninni hjá stofnendum FIFA var tvennt. Í fyrsta lagi að þarna er búið til alþjóðlegt batteri sem að myndi í rauninni ráða reglunum. Þetta snýst ennþá það að það séu bara staðlaðar fótboltareglur í öllum heiminum.
Áður hafði þetta verið orðið þannig að það var nefnd sem var með fulltrúa frá Englandi, Skotlandi, Wales og Írlandi. Þessi 4 manna nefnd, hún réð knattspyrnureglunum. Bara breytti rangstöðureglunni eða tók upp vítaspyrnur eða þar fram eftir göttunum. Og hugmyndin það að FIFA geti tekið yfir störf þessara nefndar, hún rauninni alveg skotið niður og var útfært þannig að lokum varð málamiðlunin að 5. fulltrúanum var bætt við nefndina og hann var fulltrú bara fyrir restina af heiminum. Já, svoleiðis. Og enn í dag það í rauninni þannig að meiriháttar ákvarðanir reglurnar eru bara teknar af þessum gömlu bresku löndum. Já. Þannig að ekki tókst það. Hins vegar þá var sem sagt hugmyndin það að fá að stofna einhvers konar heimsmeistarakeppni og tilburður í þá átt höfðu farið fram. Það hefði verið haldin mót á Ítalíu og í Sviss þar sem var boðið kappliðum. Bretarnir sendu bara einhver lið frá einhverjum litlum kólanámu bæjum sem að bara einhver þorpsfélög sem að síðan oftar en ekki unnu þessi mót og geta jafnvel státað að einhverjum óopinberum heimsmeistaratitlum sem sýnir kannski einmitt yfirburðina sem höfð á þessum tíma bara í hnotskurn. Þannig að það tekst þó að draga bresku samböndin að borðinu. Þau setja líka eitt skilyrði sem að enn lifir í dag, að þó svo að Bretland sé ein ríkisheild að þá enn í dag þannig að við erum með Skottlandslið, við erum með Waleslandslið og norðurískt landslið og þau eru bara á sér díl sem að aðrar þjóðir hafa ekki haft og það eru svona fyrstu árin þá eru svona breskir enskir forsetar sem að stýra sambandinu og málamiðlunin sem sagt svo að í staðinn fyrir að þessi stofna heimsmeistaramót þá hafi FIFA umsjón með knattspyrnukeppninni sem farið fram á Ólympíuleikunum. Og Ólympíuleikarnir bara strax frá fyrstu Ólympíuleikunum 1896 eftir að þeir eru endurvaktir þá fótboltakeppni en hún hvorki fugl né fiskur. Leikarnir sem að voru þriðju leikarnir sem framfóru í St. Louis þar voru 2 bandarísk og 1 kanadískt félagslið sem að spiluðu og Kanada hefur fyrir vikið ennþá ein gullverðlaun á Ólympíuleikum í fótbolta og annað eftir þessu þannig að þessar fótboltakeppnir á þessu fyrstu Ólympíuleikum eru skrýtnar. Við sjáum skrítin úrslit, við erum að sjá einhverja 12-0 sigra á B-landslið keppandi og þar fram eftir göttunum. Allt mjög svona áhugamannalegt kannski. Mjög áhugamannalegt, því þar komum við nefnilega að stóru þar var eiginlega stóra minnsendin í þessu að átökin voru þessi. Ólympíuhreyfingin hún var að reyna að viðhalda hugmyndinni, kröfunni áhugamennsku sem að í fyrsta lagi var nú oft sýndarmennska og í öðru lagi þýddi hrein áhugamennska bara í rauninni þegar einu sem gátu stundað íþróttir voru auðmenn. Það var yfirstéttin sem gat leyft sér að vera tekjulaus. Í fótboltanum þarna þegar komin atvinnumennska. Það eru öflugar atvinnudeildir og þarna togast þetta á að það menninar FIFA sem að vilja náttúrulega bara að keppni, einhvers konar heimsmeistarakeppni eða keppni á Ólympíuleikunum, hún sé skipuð bestu leikmönnum en hvernig hægt að samþætta þessum áhugamennsku hugsjónum. Þannig að svona næsta stóra breytingi í þessu þegar að svona eiginlega völdin í FIFA komast aftur í hendur Frakka og það maðurnafni Jules Rimet sem að heimsmeistara bikarinn var svo kendur við sem sagt sá fyrsti. Hann verður forseti FIFA 1921 og með það að markmiði að stofna heimsmeistaramót og
Aftur, hann endalausu stríði við bresku þjóðirnar og Bretar eru inn og út úr FIFA á þessum árum. Ætla það að fá meiri aðild frá þeim eða hvað? Sko, þeir eru sjálfu sér bara, Bretar ennþá líta rauninni bara svo á, þeir eigi bara þessa íþrótt og þeir séu bara góðmennsku sinni að leyfa öðrum að sparka í bolta og einhver krafa það að það séu einhverjir frakkar og þjóðverjar og austuríkismenn sem séu bara einhverjum jafnréttis grundvelli við Breta. Þeim finnst þessi tilhugsun mjög fáránleg og svo koma inn þessar áhugamennsku deilur og það allt saman. En undir stjórn Jules Rimet þá eflist knattspyrnukeppnin á Ólympíuleikunum mjög mikið. Þannig að 1924 og 1928 eru mót þar sem á þeim Ólympíuleikum er knattspyrnukeppni sem er bara mjög háum standard. Þátttökuliðin eru svona 16 talsins með útsláttakeppni. Áhorfenda tekjurnar af fótboltaþættinum eru bara einna veigamestu á mótinu, þannig að það er alveg augljóst að það er eftirspurn eftir einhvers konar heimsmeistara móti í knattspyrnu og stjörnur þessara tveggja Ólympíuleika í París 1924 og í Amsterdam 1928, það eru suður-amerísku leikmennir. Það koma lið frá Argentínu og frá Úrúgvæ og þau heilla alla áhorfendur. Úrúgvæ verður þarna meistari 2 ári í röð og allir stuðningsmenn Úrúgvæ, þeir eru mjög nákvæmir með að þetta séu fullgildir heimsmeistaratitlar og þeir hafi orðið heimsmeistarar 1924-28. Það eru mjög fáir sem að deila þessari túlkun með þeim. Þannig þeir vilja skarta 3 stjörnum á sínum búningum. Já, 4. Þeir vilja meina það. Þeir hafa orðið heimsmeistarar þarna 4 sinnum og þetta er mjög viðkvæmt mála og hittir einhvern tímann úrúgvæskan fótbolta unnata. Þannig að á grunni þessarar velgengni þá hrindir FIFA af stokkunum fyrsta heimssteistaramótinu 1930. Og það er haldið einmitt í Úrúgvæ sem að hafði náttúrulega bara mjög góð rök fyrir því, 2-faldir ólympíumeistarar og það sem kannski meira máli skipti voru bara til að dæla peningi í þetta því að FIFA átti engan pening. Þetta var bara kontór í besta falli, fjármagnaður í rauninni bara af stjórnarmönnum og brökkum, já, þetta er bara og enginn á launum og þú veist, þetta eru tveir einkareitarar sem eru bara starfsliðið. Þannig að þegar kemur að því að halda þessi mót, þá er bara nauðsynlegt að fá ríkisstjórnir, lönd sem eru bara til í að borga brúsan. Úrúgvæ heldur fyrsta heimsmeistaramótið, reisir þennan 100.000 manna leikvang í Montevideo, bjóðast til þess að borga allar ferðir og uppihald fyrir öll evrópsk lið sem vilja mæta, en meira sé að það tilboð gerir það að verkum að það eru örfá, það eru 5 Evrópu þjóðir sem að fást til þess að fara þessa ferð og það er rauninni bara eftir að forystumenn í FIFA snúa upp á hendurnar á sínum mönnum. Að því að bara ferðalagið að sigla frá Evrópu til Suður Ameríku til þess að spila fótbolta í fáeinar vikur, það var bara meira eftir að segja. Það virkaði kannski fáránlegt á þeim tíma. Já, og niðurstaðan verður sem sagt í rauninni sú að þessi fyrsta heimssteistaramót er rauninni hálfgert Ameríkumót, að því að öll Suður Ameríka mætir og einhver Norður Ameríkulið, örfáir Evrópubúar, Suður Ameríkumenni verða mökkfúlir og sniðganga að mestu þegar mótið þeir næst fram í Evrópu og þá byrjar aftur þetta sama mynstur. Hver er til í að halda heimsmeistaramót? Já, það er fasistastjórn Mussolinis á Ítalíu sem að lítur á þetta sem skrautsýningu og þar byrjar þessi langa samskiptasaga FIFA við einræðisstjórnir. Og það er bara svo mikilvægt þegar við erum að reyna að skilja þessi mót, bæði mótin sem eru haldin á millistríðsárunum og meira að segja fyrstu
heimsmeistarakeppnirnar eftir að heimsstyrjöldinni lýkur, að þetta eru mót sem eru haldin fyrir tíma nútíma fjölmiðla, fyrir tíma sjónvarpsútsendinga, menn voru meira að segja ekki einu sinni með útlýsingar landa á milli, þannig að tekjurnar af því að halda heimsmeistaramót, þær voru miðasölu tekjur á staðnum. Já. Og þetta gekk aðalega út á það að það var eiginlega algjört lykilatriði til þess að bara heimsmeistaramót færi ekki lóðbeint á hausinn, að heimamönnum var að ganga vel, vegna þess að aðalega voru miðasölu tekjurnar bara af heimaleikjum. Já. Og einhverjum svona helstu úrslitaleikjum, þannig að við sjáum fyrir vikið oft alveg svívirðilegar dómaraúrskurði og framgang til þess að tryggja það að heimamennirnir færu alla leið. Og ég að rekja þessa löngu sögu bara til þess að við skiljum bakgrunnin. Jules Rimet, hann lætur að störfum, bara orðin vel roskinn og deyr skömmu setna. Stjórnvölinn í 33 ára? Já, hann einmitt þarna frá 21 til 54, 5, deyr held ég 1956 og við af honum taka þarna gamlir skarvar Belgi, Breti og svo verður forseti FIFA 1960 maður að nafni Stanley Rose og þetta eru menn með bara mjög hóværan bakgrunn úr svona þessu breska samfélagi eftirstríðsárana. Stanley Rose var fyrst og fremst kunnur sem dómari. Hans rauninni kannski stóra framlag til bara til knattspyrnunnar var það að sem dómari þá skrifaði hann mikið af bókum til að útskýra reglurnar og var svona frumkvöðulega í að útskýra hvernig línuverðir og dómar ætti að standa innbyrðis til þess að eiga besta möguleika á að spotta rangstöðu. Já, okay. En sem slíkur þá tekur hann við verður hann forystumaður í breska knattspyrnusambandinu, tekur þarna við FIFA sem rekið sem eitt herbergi inni á aðalskrifstofum breska knattspyrnusambandsins. Yfirbyggingin er engin og og þetta er í heimi sem er að breytast mjög hratt því að hvað er að gerast þarna réttum 1960. Þetta sá tími þar sem allar nýlendurnar í Afríku fá sjálfstæði og bara spretta upp sjálfstæð þjóðríki í Afríku á árunum í kringum 1960. Eitt af fyrsta sem þau gera öll er að þau stofna landslið í fótbolta, þau stofna knattspyrnusambönd, aðildarlöndum FIFA, þeim fjölgar gríðarlega. Frá því að hafa verið samband sem að gekk út á Evrópu, Suður-Ameríku og svo bara svona handfylli af örfá lönd sem voru að spila einhvern fótbolta þar fyrir utan. Og þetta er í rauninni algjörbylting sem að þessir gömlu forystumenn bara náðu ekkert að laga sig að. Þeir líta svo á að einhver nýstofnuð knattspyrnusambönd í Afríku sunnan Sahara, þetta eru engir jafningjar í þeirra huga. Þetta eru bara einhver börn að fikta í íþróttir í fullorðna menn. Og eitt af því sem að verður fyrsti og stærsti slagurinn milli
milli Stanley Rúss og FIFA fórustunar annars vegar og þessara nýju aðeldaríkja snýst apartheid ríkisstjórnin í Suður Afríku. Þeir hafa þarna bara lýst yfir FIFA knattspyrnusambandið bara stuðningi við Suður Afríku. Já, þarna í rauninni sko komin mjög sterk krafa bara alþjóðlega sniðgöngu á Suður Afríkustjórninni út af kynþátta aðskilnaðarstefnunni sem sérstaklega á íþróttasviðinu. Og innan ólympíuhreyfingarinnar hafði þetta verið bara mikil átök. Ætti Suður Afríka að fá að keppa og niðurstaðan innan ólympíuhreyfingarinnar svo að banna Suður Afríku þáttöku á ólympíuleikunum. En stuðningur Stanley Rúss sem að rauninni bara endurspeglaði það að breska ríkisstjórnin stóð mjög dyggilega við bakið á sínum bandamönnum í hvítuminnihluta-stjórninni í Pretoríu. Hún tekur annan pól í hæðina og meira að segja svona ganga ótrúlega langt í að hjálpa Suður Afríkustjórn að komast fram hjá þessu banni. Suður Afríka færð yfir í forkeppni HM sem á sér stað þannig að þeir keppi við Ástrali og Nýsjálendinga og einhverjar Asíuþjóðir. Rasisminn hjá Suður Afríska knattspyrnusambandinu slíkur að þeir komu upp með algjörlega brjálæðislega hugmynd sem að FIFA virðist meira að segja ætla að samþykja, sem gengur út á það að þeir ætla að hafa 2 landslið, eitt skipað hvítum leikmönnum og annað skipað svörtum leikmönnum, og hvíta landsliðið bara notað í leikum gegn hvítum þjóðum og svarta landsliðið notað gegn Asíubúum sem náttúrulega bara sem svo sturlað sko. Og það bara minna sig á hvað þetta nálægt okkur í tíma. Þannig að þar kemur til sögunar. Þarna komin svona ákveðin brotalína að það komin sterk undiralda gegn þessari hrokafullu íhaldssömu bresku forystu. Annað sem að bætist ofan á þetta það að þessi nýju lönd, þessi nýju fótboltalönd, þau vilja náttúrulega fá að keppa á heimsmeistaramóti. Og heimsmeistarakeppnin á þessum árum 16 liða mót. Og það lítið svo á, og það þykir stóru löndunum í Suður Ameríku og í Evrópu fullkomlega eðlilegt, að það sé mjög passlegt að af þessum 16 sætum að þá sé nú eitt fyrir gestgjafann og annað fyrir ríkjandi heimsmeistara, og þá eru eftir 14, og þá sé fínt að Norður Ameríka fái eitt sæti því að Mexíkó lesist Mexíkó því þeir eru góðir í fótbolta. Evrópa og Suður Ameríka skipti svo með sér restinni, og svo sé eitt sæti sem að Afríka, Asía og Eyjaálfa skipti sín á milli. Og allar hugmyndir það að þau fái fleiri sæti, það bara skotið niður af Evrópu og Suður Ameríku sem ekki til í að missa eitt eða neitt út og segja þessi þriðja heimslönd, þau eru svo léleg. Þau ná engu máli að það í rauninni jafnvel of mikið að gefa þeim eitt sæti. Í sömu tilvikum þau eru sent í forkeppni við lélegasta Evrópuliðið það að fá að vera með. Og af hverju þá ekki fjölgað á HM? Jú, það vegna þess að það ekki talið bera sig. Vegna þess að tekjurnar af heimsmeistaramótunum eru af miðasölu. Það eru engir auglýsingasamningar. Það eru engar beinar útsendingar, eða beinu útsendingar að byrja, en sjónvarsstöðvarnar ekkert að borga fyrir það. Það jafnvel bara útgjöld fyrir FIFA að standa í að hjálpa til við að láta taka þetta upp fyrir sjónvarp. Þannig að svarið alltaf þetta: ef þú stækkar mótið, þá færðu engin lönd sem eru til í að halda þetta. Þá stígur inn. Þar kemur til söguna maður að nafni Sjá Haflandir. Já, Sjá Havilands sem allt önnur típa. Já. Og sko á meðan að
að gömlu FIFA stjórnendurnir voru kannski einhverjir svona blýjandanagarar úr bresku og frönska knattspyrnusambandinu, þá hann svona flamboyant sonur moldríks businessmanns, íþróttagarpur, hann hafði keppt á tveimur ólympíuleikum. Já, í sundi, ekki satt? Sundi og sundknattleik, sitt hvorum megin við heimsstyrjöldina, og búin að príla upp í gegnum brasilísku íþróttarhreyfinguna, stýra ýmsum íþróttasamböndum og búin að vera formaður brasilísku ólympíunemdarinnar lengi og bara einn af frumkvöðlum alþjóða-ólympíuhreyfingarinnar líka. Og hann kveikir á því langt á undan öllum öðrum í heimsfótboltanum að þarna geti legið peningar. Að framtíðin liggi í styrktarsamningum, auglýsingasamningum og hann setur stefnuna á að fella Stanley Rous, bjóða sig fram gegn honum og fella hann sem forseta FIFA á sem sagt FIFA þinginu 1974 og hann fer í alvöru kosningabaráttu, nýtur þess að hann í nánum tengslum við Pelé og Pelé bara virkjaður í að túra heiminn og náttúrulega frægasti maður í heimi á þessum tíma. Það eru settir upp sýningar, fótboltaleikir út öll lönd og Pelé mætir þarna með Havilandsvinni sínum og kynnir hann fyrir knattspyrnuforystunni í hinum og þessum löndum. Og Havilands lofar stærri heimsmeistarakeppni. Ef að hann verði kosinn þá verði heimsmeistarakeppnin stækkuð úr 16 liðum í 24 og meiri hlutin af þessum 9 sætum muni koma í hlut annarra heimsálfa. Og þarna bara hafði FIFA-forystan náttúrulega sofið á verðinum. Það voru komin fullt af einhverjum aðildarlöndum og það gildi nú bara sama lýðræðið á FIFA-þinginu og í allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Það bara eitt land, eitt atkvæði. Og þar skiptir ekki máli þó að þetta væri blásnautt knattspyrnusamband frá Haiti sem að væri bara rekið í einhverjum bílskúr eða hvort að þetta væri knattspyrnusamband Ítalíu eða Þýskalands. Á síðustu stundu þá fær Stanley Rous Adidas sem að hafði nú staðið í mjög nánum tengslum við knattspyrnuhreyfinguna til þess að fara af stað og byrja að lofa ríkjum alls konar styrktarsamningum og svona einmitt búningasamningum og skósamningum ef þeir myndu nú styðja gamla forsetan. Það var oflítið og of seint og Havilands ber sigur og bítum hana. Ber sigur og bítum. Og einmitt líka sögur af því að brún umslög hafi komist inn á hótelherbergi ýmsa stjórnumanna í Afríku, ekki satt? Já, það var bara notað grimmt og það þurfti sjálfur sér, það þurfti ekki mikið, vegna sem við skulum ekki gleyma því að fram að þessu hafði staðan verið svo að FIFA hreinlega rukkaði aðildar sambönd sín félagsgjald. Það voru knattspyrnusamböndur í heiminum sem voru að reka kontorinn hjá FIFA sem að náttúrulega með við veruleikan hjá okkur í dag þar sem peningarnir streyma allir í hináttina alveg heiminn og haf þar á milli. Með bara nánustu leið og Havilands sem sagt búinn að vinna þessa kosningu, þá ákveður FIFA að skipta bara bandamann og veðja á nýja kónginn og í fyrsta sinn eftir þessa valdatöku þá sjáum við að það farið að gera auglýsingasamninga í tengslum við heimsmeistaramót. Það eru Adidas, það eru Coca-Cola sem að koma inn og peningarnir byrja að streyma. Einmitt. Fyrst
það var of seint að stækka fyrsta heimsmeistaramótið þarna 1978 og við munum ræða það betur í seinni þáttum en þar sýnir Havelands það að hann átti ekki erfitt með að vinna með herforingjastjórn eins og var komin til valda þar í Argentínu. Næsta mót sem er haldið 1982 á Spáni, það er fyrsta 24 liða mótið. Einmitt. Og þar sjáum við að þar kom einn fullt af smáþjóðum sem hefðu aldrei getað látið sig dreyma keppnisrétt á heimsmeistaramóti. Nýsjálendingar eru þarna meðal keppenda, Kúveit, El Salvador, Honduras. Allir helstu. Þarna erum við og þannig að okkar maður, hann er strax farin að skila. Og skipuleggjendurnir á Spáni, þeir þurfa ekki að kvarta vegna þess að sjónvarpstekjur eru farnar að skila sér. Það sem kannski skiptir enn meira máli er það að 2 árum síðar þá eru haldnir Ólympíuleikar í Los Angeles og þar er bara hefur kapitalismin innreið sína í stóra alþjóðlega íþróttaviðburði fyrir alvöru. Los Angeles leikarnir skipta gríðarlegu máli fyrir bara sögu nútíma íþrótta. Fram að þessu höfðu Ólympíuleikar verið botnlaust tap, höfðu í sömu tilvikum gert borgirnar sem að tóku þá að sér gjaldþrota eða þá að þetta voru bara einræðisstjórnir eins og Sovjetmenn í Moskvu 4 árum fyrir sem að gátu bara dælt endalausum peningum. Los Angeles leikarnir skila hagnaði þrátt fyrir það að hvorki bandaríska ríkið nýja borgaryfirvöld í Los Angeles hafi þurft að setja neina peninga að ráði vegna þess að það er allt kostað í döðlur. Það eru bara hinn opinberi tannburstaframleiðandi leikana og samningar við smokkaframleiðendur og góstrykja og tyggjó og hvaða nú heitir, minjagripasala, sjónvarpsútsendingar og svo framvegis og svo framvegis. Og Havelands beintengdur við Ólympíuhreyfinguna missir ekki af þessu. Hann hefur þessa sömu kostunaraðila og við förum að sjá á þessum leikum sem að eiga sér stað í kjölfarið. Þá förum við að sjá þessa miklu markaðssetningu. Ítalía 90, Bandaríkin 94. Og það sem fyrir að gerast í kjölfarið er að það fyrir bara að verða slagsmál það að fá keppnisréttin, fá að sína eða fá að halda heimsmeistaramóti í knattspyrnu sem að bara augu heimsins eru á. Undir rest er þetta mót sem áður gekk út á það að ná nógu mikill í miðasölu og heil og hálfu leikirnir hálf tómir. Þá er þetta bara orðið þannig að við sjáum Ólympíuleika eins og í Asíu 2002 í Suður-Kóreu og í Japan þar sem að bara heimamenn smekkfylltu vellina bara af skólakrökkum ef ekki vildi betur, bara því að það lúkkaði betur í sjónvarpsútsendingunni sem var jú aðalmálið. Og FIFA er allt í einu komið með peningavél. Heimsmeistaramótið í fótbolta, hvert einasta heimsmeistarakeppni skilaði meiri tekjum heldur en heimsmeistarakeppnin á undan. Og FIFA breytist úr því að vera þetta sem hafði verið örfáum árum áður. Eitt herbergi inn á aðalskrifstofum breska knattspyrnusambandsins yfir í það að reisa sér bara hallir í Zúrich. Skrifstofan, hún stækkar og stækkar og stækkar. Havelands fær aðstoðamann
sem sína hægri hönd, Já. flamboyant, frekar sjoppulegan, svissneskan businessman. Já, að nafni Sepp Blatter. Sepp Blatter, Já. sem að mjög furðuleg típa sem að bara sér það að þarna eru peningar. Já. Og fljótlega FIFA komið á þann stað að það er löngu búið að fella niður öll félagsgjöld eða aðildagjöld, heldur eru peningarnir farnir að fara í hináttina. Á 4 ára fresti þá þarf náttúrulega þá þarf Havelange að láta endurkjósa sig og þá gerir hann það að hann er bara eins og rómverskur keisari í aðdraganda hverja leika. Hann tilkynnir auknar greiðslur í þróunarsjóði FIFA, styrki til svona vanþróaðri knattspyrnu svæða. Þeir leggja mikið upp úr því að það ekki. Þeir dreifa þessum pening á henni ýmsu aðaldarfélög og svo kannski ekkert mikið eftirlit eða aðhald með hvert þessi peningar svo á endanum fara. Nei, þá er ekkert verið að svekkja sig mikið á því að ef að forseti viðkomandi landsambands, hann er jú maðurinn sem fer með atkvæðið á FIFA-þinginu, þannig að þá er nú kannski ekkert gott að vera að snuðra ómikið til það hvort að hann hafi skilað allri greiðslunni frá FIFA til síns sambands. Og uppskriftin sem að hafði gagnast svona vel að lofa fleiri sætum, hún er svona tekin á það skref að það er líka farið að lofa þó fleiri mótum. Það er fjölgað, það er stofnað til heimsmeistaramóta ungmenna. Þannig að það eru undir 21 árs keppnir og undir 19 ára keppnir sem er farið að halda. Heimsmeistaramótinu fjölgaði 32 í 98, eða ekki líka? Jú, það er ákvörðun sem hafði þá verið tekin einhverjum árum fyrr, einmitt í aðdraganda af einhverju móti, vegna þess að Havelange er náttúrulega alltaf bara hræddur sína stöðu að einhver muni enda á að steipunum og þetta tekur á sig þetta tekur á sig, eins og segi, ýmsar myndir. Hann kynir það til sögunar að þessi unglinga heimsmeistara mót að þau eiga sérstaklega að vera kannski í löndum sem að ekki hefðu kannski burði til þess að halda heimsmeistarakeppnir en kannski Ástralíu, Indónesíu, við Persaflóan og þar fram eftir götunum. Þannig að þetta er alltaf þessi vöxtur sem er svo nauðsynlegur. Meiri peningar, fleiri sæti, tíðari mót og þá eru allir glaðir. Hann stígur alveg á tær þegar að honum sinnast heiftarlega við sinn gamla stuðningsmann Pele, sem hafði nú gagnast honum svona vel í kosningabaráttunni. Pele reyndi nú aðeins fyrir sér í brasilískum stjórnmálum, var þarna íþróttamálaráðherra og fór að reyna að krukka í spillingamálum tengdri brasilísku knattspyrnunni. Þar sem að Havelange hafði sjálfsögðu gert tengdason sinn að forseta brasilíska knattspyrnusambandsins og var síðan í sjónvarpssamningum við sjónvarpsrétthafa fyrirtæki sem að hann tengdist sjálfur og í refsingaskinni þá var Pele settur út af sakramentinu, fekk ekki að vera viðstaddur dráttinn í úrslitakeppni HM 94. Eins og hann var alltaf vanur að gera, ekki? Eins og hann var alltaf vanur að gera og þetta var eiginlega svona áberandi fjarvera og Havelange gengur meira að segja svo langt að hóta reka Brasilíu þannig að þeir fengi ekki að keppa á HM 98 sem sitjandi meistarar vegna þess að í brasilíski yfirvöld voru að ganga of langt í að rannsaka
framferði hérna knattspyrnusambandsins þar í landi. Já, og Brasil náttúrulega hans föðurland ekki? Og hans föðurland. Þannig að þarna undir lok 10. áratugurins þá farið að fjara aðeins undan Havelands og hann komin með FIFA komið með þessa svona spillingar ásjónu og svona tónnin í sérstaklega Evrópulöndunum, stóru knattspyrnulöndunum í Evrópu að þetta gangi ekki og það í uppsiglingu sterkt mótframboð fyrir FIFA-þingið 1998 og þar forseti UEFA Lennart Johansson svíi sem að stefnir á valdatökum. Og hefði gert mjög góð hluti í UEFA ekki satt og... Hafði gert, var þarna í rauninni búinn að setja meistaratildina á stopp, breyta Evrópukeppni meistaraliða og búa í rauninni til miklu svona verðmætra pródúkt út úr því öllu saman. En þá verða undarlegar og óvæntar vendingar að Havelands var alltaf búinn undir árásirnar sem að kæmu úr þessari átt og hafði treysti á sitt net og sín brúnu umslög til þess að hafa þessa háværu Evrópumenn undir. En hann fekk svo rýtingstunguna frá sínu eigin hægri handar manni. Þar sem að Sepp Blatter í rauninni setur honum stólinn fyrir tyrnar og segir gamli maður, nú dregur þú þig í hlé og ég tek við þessum kyndli og það eru mjög æsilegar kosningar og aftur mikið af brúnum umslögum og kippt í spotta og Sepp Blatter í rauninni endurkjörinn, hann þessi svisslendingur og bara glaumgosi og karlrembu svín einhvern veginn kosin sem einhver fulltrúi þriðja heimsins eins öfugsnúið og furðulegt að það og hann var ekkit sérstaklega líklegur til að byrja með eitthvað, það var mjög sterkt framboð sem var hérna hjá honum Lennart Johansson ekki svo? Svona út frá einhverjum svona fótboltalegum bakgrunni og einhverjum slíkum heilindum og við verðum, og málið það að oft þegar að Evrópu búið að skrifa þessi mál og ég greip nú með mér hérna alltaf skemmtilega bók eftir rannsóknarblaðamannin Andrew Jennings sem hefur nú svona verið öðrum fremur harður í að eldast við Sepp Blatter. Við sjáum fótboltaheimin oft rosalega mikið með augum Breta. Við lesum ensku, við lesum bresku blöðin íslenski stuðningsmenn, það má oft deilum það hvort íslenski fótbolta áhugamenn lítið fremur á sig sem Íslendinga eða bara einhverja framlengingu á uppáhalds enska fótboltaliðinu sínu og stuðningur með enska landslið og stórmótum segir sitt það. Þannig að okkur finnst alveg rosalega skrítið hverju umheimurinn vill ekki bara að falla ekki fyrir hugmyndinni að bara fótboltinn sé að koma heim og stórmót eigi alltaf að vera í Englandi. Þá verðum við að hafa í huga þennan bakgrunn að það svo auðvelt fyrir, eins og það var áður fyrir Havelands og eins og það fyrir Blatter sérstaklega framan af, þegar að hann lendir í kosningu við fulltrúa Evrópska knattspyrnusambandsins að segja munið hvernig það var fyrir 1974. Fyrir 1974 þá fengu þið ekki peningagreiðslur frá FIFA, þið þurftuð að borga FIFA. Þetta liðið sem að vildi, það þurfti að með harmkvælum að fá þá til að leyfi ykkur að keppa á HM. Nú komið fullt af sætum fyrir þriðja heiminn á HM. Heimsmeistaramótið hefur verið haldið utan Evrópu og Suður Ameríku. Sepp Blatter gerir það að lykilatriði að koma HM til Afríku og mér að segja bara tryggir það að Suður Afríka fái að halda heimsmeistaramót sem að svona himinhrópandi mótsögn við
Stanley Rose tíman þar sem að var bara apartheid stjórnar megin í tilverunni. Þannig að honum tekst að vinna og með sömu uppskrift að lofa stærri mótum, tíðari mótum og meiri pening. Og það náttúrulega samt, við verðum að hafa það í huga að þetta heróínhagkerfi. Þetta í rauninni kerfi sem að gengur út á það að það alltaf, næsti skammtur þarf alltaf að vera stærri. Kakan þarf alltaf að stækka í hvert einasta skipti og það takmörk fyrir því hvað þú getur gengið langt í þeim efnum. Þess vegna við munum sjá næsta heimsmeistaramót með metfjölda þáttökuliða. Það verið að fara upp í 48 lið. Við höfum séð FIFA gæla við hugmyndina það að halda heimsmeistaramótin tíðar. Að þau séu ekki á 4 ára fresti, heldur á 3 ára fresti eða jafnvel 2 ára fresti. Það búið að stofna þessi álfukeppni sem að farin að vaksa sífellt og farin að reyna að verða svona sjálfstætt mót haldið í einhverjum oljufursta ríkjum oftast nær. FIFA farið að kalla eftir heimsmeistarakeppni félagsliða sem bein ögrun við álfusamböndin vegna þess að á meðan að Suður-Ameríkusambandið og Evrópusambandið reka sig á sínu meistaradeildum þá það náttúrulega alveg ljóst að heimsmeistaramót félagsliða haldið á forsendum FIFA þar sem að FIFA fær tekjurnar að grafa undan þessum gullgæsum sem að álfurnar eru með. En allt gengur þetta út á það að þú ert búinn að koma, þú ert að byggja veldið þitt upp á því að þú sért kosin á 4 ára fresti á FIFA-þingi af fulltrúum sem eru vanir því að fá alltaf aðeins meiri pening heldur en síðast. Og ég meina, við sjáum hér á Íslandi, Íslandi kann njóta góðs af þessu. Við sjáum það að KSÍ bara í allt annari stöðu heldur en öll önnur sjálfstæð íþróttasambönd á Íslandi varðandi bara umsvif skrifstofuhald tekjumöguleika. KSÍ hefur getað staðið að verkefnum eins og að drita niður sparkvöllum út allt land með stuðningi FIFA, peningum sem eru smáaurar fyrir alþjóðaknattspyrnusambandið en skipta verulega miklu máli fyrir eitt lítið sérsamband eins og Ísland. Og hver má þó staðan vera í þriðja heiminum? Ég meina, það alveg ljóst að ef að þessar reglubundnu greiðslur til sérsambandana, til aðildarsambandana frá FIFA fjallu niður, þá myndi fjöldin, þau myndi fara á hausinn í tugatali út allan heim. En áföllin verða sem sagt þessi að ef þú ætlar alltaf að stækka, þá verður alltaf að fá meira og meiri innkomu, en svo ganga hlutirnir upp og niður. FIFA verður fyrir áfalli 2001 þegar að sjónvarpssetta sölu fyrirtæki sem að tengdist þeim og Adidas-veldinu raunar líka. International Sport and Leisure, eða ekki? Já, það fer á hausinn. Fer á hausinn. Og það var búið að gera rísa sjónvarpssölu samninga og þeir peningar fara síðan, höfðu náttúrulega ratað inn í allar áætlanir og peningalofvörð sem sambandi var búið að gera. Afleiðingin af þessu verður svo að FIFA þurfa eiginlega í vaxandi mæli ekkert í neinni stöðu til þess að segja nei við
öllum góðum tilboðum sem að þýðir að við erum búin að sjá við erum búin að sjá þetta í stóru íþróttarhefingunum, sjá þetta í Ólympíuhefingunum, við erum að sjá þetta í FIFA, að þegar að stóru einræðisríki eru til í að halda stórmót og borga það sem að það kostar, þá alþjóða knattspyrnusambandið ekkert í neinni stöðu til þess að segja nei. Þannig að þegar að kemur að því að velja keppnistað fyrir heimsmeistaramótið 2018 og englendingar halda þeir einhvern séns að því að þeir senda Vilhjálm Bretaprins og David Beckham til þess að mæta og vera þarna einhvern veginn krútlegir á einhverjum fundum, þá taka rússar þetta bara. Já, það bara peningarnir sem tala. Það bara peningarnir sem að tala, en við erum sem sagt sjáum, og þetta á þessum seinni hluta að valda skeiði Sepp Blatters, þá gerist það að bæði þessi áföll, þetta gjaldþrot þessa sjónvarpssölu fyrirtækis og síðan bara efnahagshrunið og bara utan að koma til þættir, gera það að verkum að hann á alltaf erfiðara með að standa við loforðin alltaf meira og meiri pening, meira og meiri vöxt, stærri og stærri mót, og umræðan fáránlega spillingu innan hreyfingarinnar verður háværari. Að hluta til vegna þess bara viðmið, ég meina í mörgum af þessum aðildarlöndum öllum hafa menn verið að reyna að vinna meira og meira gegn bara spillingu á öllum sviðum, efnahagsmála, pólitíkur og þá íþrótta. Rannsóknarblaðamenn fletta ofan af sko furðulega svona blatant spillingu, og sumir af aðstóðarmönnum eða svona fylgihnöttum Blatters verða einfaldlega allt of gráðir, og sérstaklega á þetta við ákveðna forystumenn í Rómönsku Ameríku, í Norður-Ameríku og Mið-Ameríku sambandinu, Blazer sem var þarna stýrði þessu CONCACAF sambandi, og Jack Warner félagi hans. Þetta eru menn sem verða uppvísir af því að mér minnir að annar þeirra hafi sko leigt á kostnað álfusambandsins penthouse íbúð í New York sem að notaði fyrir kettina sína. Já, og tók sömulegis miða frá sínu eigin knattspyrnusambandi og seldi á endursölu ennþá dýrara sko á landsleiki hjá sínu eigin landsliði. Já, það var eiginlega ekkert var of smátt, þannig að það tækir sér ekki að stela því. Mikil tækifæri sinni. Já, og að sömuleyti má kannski segja að þegar hortir í baksýnisspegilinn að það hafi verið þessir svona, það hafi eiginlega verið þessir heimsku samstarfsmenn Blatters sem hafi orðið honum að falli frekar hans sjálfur. Já. Því það má segja að ég meina Blatter hefur í tvígang, ef ekki oftar, fengið sko löng bönn frá afskiptum sínum af fótbolta fyrir sín spillingamál, en hann hefur þó verið það klókur og notið aðstoð dýrustu og slingustu lögfræðinga sem að geri það að verkum að hann hefur alla tilraunir sko til þess að draga hann fyrir dómstóla af opinberu ákæruvaldi, að þær hafa misheppnast ennþá. Og það sem að í rauninni kannski má eiginlega segja að það sem að kannski endanlega rýður baggamunin fyrir Blatter, það var ekki honum sjálfum að kenna greiðinu, að
ég held að sko, það er eiginlega óborganlegt að skoða YouTube myndbandið af því þegar að Blatter tilkynir valið á Katar sem þar færi HM 2022 fram. Já, þar var nokkrum augum ranghvolft. Já, kannski. Ángista svipurinn á Blatter sjálfum er að maður sér hann hugsa, nei stráka, nú gengur þú of langt. Því að hann virðist nú ekki hafa, sú ákvörðun virðist ekki hafa verið gerð með hans vilja, en það var svona kornið sem fyllti mælinn. Já. Og þó, því að við sjáum að það sem að gerist í kjölfarið, Blatter hafði þarna hafði þarna staðið af sér bara nokkur svona mótframboð sem að ýmist voru dregin tilbaka á síðustu stundu eða það tókst að lýsa því yfir að mótframbjóðendur væri ekki kjörgengur með sko lögfræðilegum loftvimleikum og þegar að svona síðasta spillingar rannsóknin kippur undan honum fótunum, þá var nýbúið að endurkjósan. Hann segir af sér embætti, efnir til nýrra kosninga og eins og hafði gerst með Havelans forverans, þá er í rauninni bara kosin maður úr þrengstu og nánustu hirð Blatters. Infantino var bara bókhaldari og fjármálastjóri í FIFA-klíkunni bara þangað til korter áður heldur en að hann býður sig fram og presenterar sig sem einhvern boðbera baráttunar gegn spillingu innan sambandsins. Bjargvætturinn mættur og bara nýstíginn frá borði. Og við sjáum ennþá, það er því miður óskaplega fátt sem að bendir til að menn séu hættir með þetta einmitt heroínhagkerfi fótboltans sem að byggir á þessari kröfu að stækka og vaxa, vöxtur út í óendanlega og ef það er einhvað sem að við á þessari sjónvarpsstöð eigum að vita að þá er að það eru endimörk vaxtarins og kapitalismin drepur sjálfan sig að lokum. Einmitt, svona gaman að hugsa þess, ef maður hefði kannski svona haldið að Rússland til dæmis myndi rétt sleppa mótið 2018 þar. Já. En það að Katar hafi fengið þetta 2022, það er svona smáríki í Asíu sem bara hefur ekki mikla fótboltasögu og kannski valla að sjá grasblettar á landi bara hafi fengið þetta, þá kemur bara þessi spilling alveg gjörsamlega bersýnilega í ljós. Kemur algjörlega í ljós, svo er hins vegar náttúrulega svo fyndið að þegar sem er pínlítil tvöfeldni í því að móraliserandi vestrænuríkin, þau hafa samt alveg sýnt alveg sama viljan til mútuþægni. Það eru þau mútumál sem að tekist hefur að sýna fram á, tengjast í til dæmis að þegar Þjóðverjar tryggja sér heimsmeistaramótið 2006 þá eru til dæmis þá voru Sádi-Arabar með fulltrúa í nefndinni sem að valdi þátttökulandið og þýska ríkisstjórnin ákvað vikunni fyrir kosninguna að aflétta banni á sölu á herþotum til Sádi-Arabíu sem að mjög heppilega kaus og akkurat rétt viku seinna þegar að englendingar í sinni baráttu við við halda mótið í Rússlandi. Þeir höfðu til dæmis lofað kerfisbundið að mæta og keppa vináttuleiki
í löndum þar sem að forsetar knattspyrnusambandana höfðu atkvæðir sett í kosningunni þegar þeir töpuðu að þá drógu þeir öll þau loforð tilbaka og þar fram eftir götunum. Það eru engi góðu gæjar í þessu. Fáir þeirra eru kannski svona Disney illmenni að þeirri stærðagráðu sem að Sepp Blatter er. Og það sem að er kannski svona vandinn fyrir okkur sem sko róttæka vinstri menn og unnendur fótbolta er það að á móti spillingapjösunum að spillingapjösarnir sem að við höfum augljóslega andstyggð á mönnum sem að senda heimsmeistaramót í fótbolta til Katar af öllum stöðum þráttur öll þau mannréttindabrot og kúgun og bara þessa og þau andlát sem eru í stað bara já og bara þessa sturluðu misskiptingu auðs þar sem að við erum með sko fyrsta dæmi sem að ákveður að halda stórmót í fótbolta að komast hjá því að neyðast til þess að deila arðinum af olíuauðnum jafnt að ná einhvern veginn að brenna honum upp en einhvað síður að þá eru þessi spillingapésar eru samt sem áður mennirnir sem að láta þó peningana streyma til litlu sambandana í þriðja heiminum vissulega drjúgum hluta haldið eftir af spilltum milliliðum vegna þess að mótsvarið sem að Evrópa hefur boðið upp á hefur verið UEFA forusta sem að hefur verið ofboðslega hliðholl stóru fótboltaliðinu sem eru þessir fótboltarísar sem að eru stórliðin sem að hafa verið að reyna að halda Evrópuboltanum í gíslingu með því að hóta að stofna einhverja ofurdeild og eru að byggja upp kerfi þar sem að í rauninni félagslegi hreyfanleikin í fótboltadeildum stóru landana í Evrópu er fáránlega lítill í dag með við það sem var bara fyrir fáeinum áratugum. Bayern München unnið 10 skipti í röð í Þýskalandi, PSG að spila bara í allt annari deild heldur en öll hinn félögin í Frakklandi í enska boltanum þá er verið að telja okkur trúum að við eigum að vera uppveðruð í heilt tímabil það hvaða 2-3 lið eigi möguleika á 4. sætinu og Evrópupeningunum og hverju munu falla. Þetta er jú jafnasta deild í heimi. Og ásamt að þeirra jafnasta og skemmtilegasta deild í heimi sko. Við gömlu nostalgísku mennirnir sem að munum eftir deildum þar sem að Norwich og Aston Villa og Southampton kepptust við að vera í öðru sæti við grátum í nóttinni. En þú ert ekkert eitthvað sérstaklega bjartinn á þetta kerfi FIFA og að verða einhverja kerfisbundnar grundvallar breytingar á þessu? Já, væntanlega það sem að þetta stendur á fallin með er að Infantino hafi hann nokkuð tíman átt að vera maðurinn sem að myndi hreinsa út spillinguna og það var valla hægt að finna mann ver til þess fallin sem er búin að vera samdöina henni alla tíð. Mögulega mun hann skipta kúrs og reyna að vinda ofan af þessu en sem komið er hans eina strategía er að viðhalda heroinhagkerfi knattspyrnusambandsins, lofa fleiri liðum, lofa fleiri mótum, lofa tíðari mótum, reyna að halda heimsmeistarakeppni félagsliða og mögulega, kannski erum við bara bölsýnir og á móti öllum breytingum, ég viðurkenni það alveg að ég var mjög efins það þegar að markmaðurinn mátti ekki taka hann upp í sendingu tilbaka hérna í gamla daga og í dag horfum maður á fótbolta klóri sér í kollinum og spyr hvað var ég að hugsa en ég ætla samt að slá því föstu að 48 leikja heimsmeistaramót haldið í 3 löndum í heilli heimsálfu að verður of mikið. 3 liða riðlar og 3 liða riðlar sem að menn eru svo farnir að vinda ofan af og farnir að reyna að upphugsa einhvern veginn eitthvað. 4 leikja riðla, farganið af leikjum, farganið af frekar máttlillum leikjum og í lok dagsins
þá eru bara takmörk fyrir því hvað hægt að þvinga margar mínútur út úr skylmingaþrælum nútímans sem að fótboltamennir eru þó að þeir séu milljónamæringar og lifi í velestingum. Já, þannig að framhald FIFA kannski bara meira því sama. Þetta ekki kannski ekki bjartsýnistónn sem átti að heyrast í spjallþætti sögu og fótbolta á róttækri sjónvarpsstöð en nei, alltaf endi ekki allt í tárum. Nei, alltaf nokkuð. Þá held ég bara að saga FIFA sé sögð. Virkilega gaman að vera með þér, Stefán, og við bara sjáumst aftur að viku í liðinni. Takk fyrir okkur.